Góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin á árshátíð Lundarskóla árið 2025. Ég heiti Ísabjörg Gná. Og ég heiti Beggi, Bergvin Ingi. Áður en við byrjum viljum við biðja ykkur að slökkva á farsímum. Á þessari sýningu dagsins munum við sjá 4. og 5. bekk stíga á leikhjólurnar og flytja okkur 2 leikatriði. Bekkirnir hafa unnið hörðum höndum og á bak við atriðin liggja mikill sviti og nokkur tár. Á þessari sýningu sýna einungis 2 bekkir. Ef þið viljið sjá hérna bekkina sína, þá verðið þið bara að mæta aftur á eftir. Ef þið verið svöng við að horfa, þá getið þið keypt alls kyns bakkelsi hér fyrir utan salinn eftir sýninguna. Bakkelsisalan er til styrktar 10. bekkjar og við þurfum hverja krónu því allt er orðið svo dýrt. En nú skulum við vinda okkur í fyrsta atriði. Fyrst á sviði stígur stelpa sem þarf ekki að vera eftir neinum reglum, nema auðvitað sínum eigin. Hún er sjálfstæðari, sterkari og hugrakari en allir og á apa, hest og kistu fulla af gullpenningum. Hver er það? Jú, auðvitað Lína Langsokkur. 4. bekkur hefur æft af krafti og ætlar að sýna ykkur stórkostlegt atriði fullt af fjöri, vináttu og gleði. Klöppum fyrir þeim, hér kemur 4. bekkur. Þeir sem að segja ykkur söguna sterkustu, sjálfstæðustu, hugrakustu og fullkomnu stelpu í heimi, henni Línu Langsokk. Hér ætlum við að búa henni Níels og þú Skall, þú ert að búa veröndinni. Já, það er að klappa og klárt, henni Níels, viltu kíkja út sín eða? Sjáðu, hvað er þetta? Sjónarmið. Þetta er nýtt skilti. Það er fluttur inn í þetta gamla hús. Ég vonaði Eilbert sem við getum leikið okkur við. Þau ætlum að hest, af hverju á það hestinn á veröndinni? En hvað er fyrir í eldhúsinu en þið ekki í stofunni? Hvað er þetta heima? Hún er hliðina, ég, Tommi og amma. Tommi og Emma, við erum fyrir að skipta okkur vel saman. Það held ég líka. Hvað heitir þú? Sigurlína, Rúllugardína, Nýlendína, Krúsimynda, Langsokkur. En þið mig kalla mig Línu. Hvar eru mamma og pabbi? Mamma er á himnum og pabbi er sjónarmiki. Núna er þetta skrökva, Lína. Alls ekki. Pabbi lenti í svo miklu stormi að meira segja hákarlarnir í sjókinn. Svo koma Alda og steypti hann um sjóinn. En hann kemur heim einn daginn. En Lína, við erum meina Magga viltu koma með. En þú átt kannski ekki peninga. Jú, ég á peninga. Nei, ertu galinn á svona mikla peninga? Já, manstu, pappinn er sjónarmiki. Gjörðu svo vel. Það er þetta þér og þessum þetta þér. Vá, ég hef aldrei ára gullpenning. Ekki ég heldur. Takk, Lína. Á markanum var Lína aðdóm sterkari kraftakeppni og keypti kaflu alla sem vildu fyrir gullpenninga sína. Hún tók ekki eftir því að ræningjarnir markanum eltu hana heima og ætlaði að ræna gullpenningunum hennar. Þegar Lína kom heim, taldi hún gullpenningana sem hún átti eftir. Vá, hvað ég ætti mörgum penningum. 79, 70, 70, 11. Jæja, skýrt með það, ég á nóg af penningum. Kom inn! Ræningjarnir voru máttir í sjónarhól til að stela gullpenningunum. Lína hefði þá ekki plantast sig, átt þeim eiga peninga. Svo hún gaf þeim sitt hvorn gullpenningi og sandaði skömmustulega en þakklátur brátt og fór að sofa. Í skólanum, hún Lína Langsokkur. Hún er auðvitað pínu feimin svo þið verðum að vera á mótinni. Já, við gerum það. En við byrjum á að reikna. Helena, ef 3
svo margfalda en komst fljótt að því að Lína kunni ekkert að reikna. Kærastikonan hristi höfuðið og sagði: Ekki kanntu að reikna, Lína mín, en kanntu að lesa. Hvernig á ég að vita það? Ég hef aldrei pröfað. Förum leik. Ég er leik sem heitir ekki snerta gólf. Hann er svona. Lína, ég vil leiða þessar stúlku sem vill ekki haga sér vel. Haga ég mig illa? Það er víst óhætt. Já. En maður á mömmu sem er á yngri hennum og pappa sem sjónauki, þá veit maður ekki hvernig maður á að haga sér í skólanum. Ég skil það vel, Lína mín. Ég krakkar, þetta nægir í dag. Takk fyrir daginn. Það er miklu skemmtilega skólanum þegar þú ert þar, Lína. Ég ætti að prófa skólann í Ameríku. Þegar ég með karamelur frá morgun til kvölds. Hvað gerir kennarinn þá? Nú tekur bréfið þetta með karamelur. Kæði kannski börnin gera það sjálf. Veturinn leið og Línu fannst tímætt að mæta í skólann. Hún lék við Tomma og Önnu eftir skóla. Það var sífellt upp á eitthvað nýju og skemmtilegu að gera með þeim. Okkur leiddist það svo mikið og þú komst, Lína. Ég vil að þú er alltaf hérna. Ertu með að gera það, Lína? Jú, en ekki pabbi kemur að sækja mig. Förum leik og yndum okkur þessi nótt. Á meðan Lína fíflast með Tomma og Önnu kemur Langsokkur skiltur og horfir leikandi í kringum sig. Tomma og Önnu horfa undan það nákvæm mann. Langsokkur þekkir skólann hennar Línu og segja lágt: Lína? Pabbi! Ég vissi að þú hefðir ekki drukknað og kæmir að sækja mig. Drukknað? Nei, ég fekk sko fara á hákarlinn að næstu augu. Langsokkur kallaði hina sjóningina og sagði þeim að Línu var að fundin. Langsokkur fór sjómann með Langsokk og sannaði fyrir öllum að nú var hann sterkast í heimi. Nú fær hún með Langsokk til hinum sjóningunum að segla höfum sjö. Af hverju þið svona betur, börnum þá? Við viljum ekki að Lína fari. Hvernig ég geta farið til Tomma og Önnu? Nei, ég get ekki svona svona leik. Ég verð kyrr á sjónarhóli. Já, það er eitthvað best. Börn eiga ekki að vera fræðst. Með sjónarlíkaskipum. Ó, pabbi, ég á eftir að sakna þín. Og ég þýðir mig. Ég lofa okkur maftari henni svo. En Lína, þú þarf þú meira að kvölda. Langsokkur lét Línu hafa fulla kistu af gullpinningum. Lína faðmaði Tomma og Önnu og þau vinkuðu Langsokki sem sigldi burt á vit ævintýranna.